Bæjarstjóri Vesturbyggðar segir 99% líkur á að olíuhreinsistöð verði reist á Vestfjörðum. Forsvarsmenn þeirra sem ætla að reisa stöðina hafa valið staðinn Hvestu í Arnarfirði. Í haust verður upplýst hvort olíuhreinsistöð verði reist á Vestfjörðum og verður hún þá í landi Hvestu í Arnarfirði. Þegar Kyoto-bókunin rennur út 2012 verður samið að nýju og búast aðstandendur stöðvarinnar við því að þá verði úthlutað mengunarkvóta til hennar. Rússneskur sérfræðingur á vegum íslensk hátækniiðnaðar skoðaði í vetur þá 2 staði sem til greina koma undir olíuhreinsistöð, Sanda í Dýrafirði og Hvestudal í Arnarfirði. Sú niðurstaða liggur fyrir að það er Hvesta sem er talin hentugri og nú eru menn bara að liggja yfir því að vinna sína vinnu til þess að koma með niðurstöðu þessara aðila sem ætla að reisa þetta. Ljóst er að losunarkvóti olíuhreinsistöðvar rúmast ekki innan Kyoto-samkomulags Íslendinga en það verðist ekki trufla þessi áform. Sko, losunarkvótin er til, en hvar er hann? Og ef við erum að vitna til Kyoto-bókunarinnar, að þá rennur hún út 2012 og þessi verksmiðja fer ekkert í gangur en eftir það. Það er verið að semja upp á nýtt. Og ég vil bara sjá hvernig svo niðurstaða verður. En losunarkvótinn, hann fer á markað. Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands sagði í samtali við Fréttastofu að árið 2012 taki enn strangari reglur við af Kyoto-bókuninni og vísaði til Balí-samþykktarinnar. Og ætlið þið að tala við ráðuneytið, umhverfisráðuneytið til dæmis þurfa að fá okkur leifað ofan? Já, eftir því sem ég skilst að þá eru þetta í hendi sveitastjórnanna eins og lög gera segja í dag. Og meðan svo er þá höfum við valdi hérna hjá okkur. Og menn eru bjartsýnir á að olíuhreinsistöð rísi. 99,9% líkur.